Fallorð eru orð sem fallbeygjast. Til fallorða teljast fornöfn, greinir, lýsingarorð, nafnorð og töluorð og verða núna tekin fyrir töluorð. Töluorð segja til fjölda einhvers eða röðun. Þau skiptast í tvo flokka, frumtölur og raðtölur. Frumtölur eru töluorð sem tákna tölur. Sumar frumtölur fallbeygjast en aðrar ekki. Töluorðin 1, 2, 3 og 4 fallbeygjast í öllum kynjum. Og meðan töluorð frá 5 og upp í 20 eru eins í öllum föllum. Athugið samt að hærri frumtölur sem enda á 1, 2, 3 eða 4 fallbeygjast líka og er það þá aðallega að þessi 4 töluorð sem fallbeygjast. Þið sjáið hérna dæmið sem ég tek, það er töluorðið 24 og þið sjáið að fyrri hlutinn á orðinu er alltaf eins. Það er alltaf 20 og meðan 4 fallbeygjast. Þannig að það er 24 24, frá 24 til 24. En athugið þó að hærri frumtölur sem enda á 5, 6, 7, 8 og 9 eru eins í öllum föllum, alveg eins og þær tölur, 5, 6, 7, 8 og 9. Hér sjáið þið fallbeyginguna á 1 og 2. Og þannig að takið sérstaklega eftir þágufall og eignarfalli hjá 2. En það er eins í öllum kynjum, 2 og 2. Og þá er hérna einnig töluorðin 3 og 4. Það er sama þar og með 2. Þau eru eins í þágufalli og eignarfalli í öllum kynjum. 3 og 3 og 4 og 4. Ég tók einnig til samanburðar töluorðin 5 og 17. Hér sjáið þið að 5 er eins í öllum kynjum og öllum föllum og sama við 17. Aðeins meira orðið 1 fyrir ykkur sem hafi nú þegar lært óákveðin fornöfn, þá munið kannski orðið 1 er einnig óákveðið fornafn. Þegar við erum í orðflokkagreiningum þá þurfum við að sjálfsögðu að vita hvorum orðflokknum orðið tilheyrir. En það hægt er að fara 2 leiðir til þess að skera úr það. Ef þið getið sett óákveðna fornafnið nokkur í staðinn fyrir orðið 1, þá telst orðið tilheyra óákveðnu fornafni. Þetta á að sjálfsögðu aðeins við ef að setningin heldur áfram einhvers konar merkingu sinni. En þið getið aftur á móti sett tölustafinn 1 í staðinn fyrir orðið 1 án þess að setningin glati merkingu sinni, þá töluorð að ræða. Að lokum skulum fjalla aðeins raðtölur. Raðtölur tákna röð og fallbeygjast þær í öllum kynjum. Raðtölur eru þá sem sagt 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og svo framvegis. Raðtölur eru aðgreindar frá frumtölum með punkt í endan. Þetta var sjálfsögðu aðeins við ritunarháttinn, því við segjum auðvitað ekki 1 punktur, við segjum 1. Þarna sjáið þið dæmi sem ég tek, 1. janúar 2017 og Engilbert varð í 3. sæti.